Hefur verið sagt upp gríðarlegt rekstrartap verður á þessu ári, segir forstjórinn. Frystihús Hrísey Seafood gereyðilagðist í morgun. Karlmaður gisti í húsinu í nótt og var nývaknaður þegar eldurinn kviknaði. Bruninn er mikið áfall fyrir atvinnulífið í Hrísey. Samkeppniseftirlitið hefur sektað Símann 500 milljónir króna vegna mikils verðmunar við áskriftarsölu af enska boltanum. Síminn ætlar að áfrýja niðurstöðunni. Heilbrigðisráðherra segir að leyst hafi verið úr misskilningi og ágreiningi við íslenska erfðagreiningu vegna skimunar á Keflavíkurflugvelli og kveðst vera ánægð með væntanlega aðkomu fyrirtækisins. 2 evrópsk flugfélög hafa ákveðið að fljúga til landsins í júní og júlí. Áform skimum ferðamanna á Keflavíkurflugvelli vöktu áhuga flugfélaganna að mati sérfræðings hjá Isavia. Gott kvöld. Bláa lónið sagði upp 400 starfsmönnum í morgun. Það hefur verið rekið með tapi í 3 mánuði og við blasir gríðarlegt rekstrartap á árinu, segir Grímur Sæmundsen, forstjóri. Mánaðamótin mars-apríl var 164 starfsmönnum Bláa lónsins sagt upp og 400 fóru í hlutastarf. Hluta af þeim sem fóru þá í hlutastarf var sagt upp í morgun og fleirum til, samtals 403. Samtals hefur þá 567 verið sagt upp á öllum sviðum og í öllum starfsstéttum. Þá erum við að segja upp svona það byrja 70–75% af okkar mannafla. Munið nýta ykkur aðgerðir stjórnvalda? Ef þú ert að vísa til þessa úrræðis stuðning í uppsagnarfresti, þá hefur fyrirtækið ekki tekið neina ákvörðun hvort það hafi verið gert eða ekki. Við grípum til þessara þungbæru aðgerða vonandi það besta en búandi okkur undir það versta. Og sjálfsögðu þá erum við að vonast til þess að geta kallað sem mest af okkar starfsfólki sem fekk þó uppsögn til starfa í sumar ef eftirspurnin býður upp á það. Síðustu ár hafa fleiri en 1 milljón gestir komið á hverju ári í Bláa lónið og nú að opna Bláa lónið á ný 19. júní en síðustu mánuði hefur unnið þar að viðhaldi og endurbótum. Getið þið leitað í einhverja sjóði ykkar í þessu árferðis eins og nú er? Já, við höfum þegar verið að því vegna þess að fyrirtæki búið að vera tekjulaust í 3 mánuði. Og það er auðvitað gríðarlegt högg og það er alveg í sjálfum sér sama hvernig maður horfir á það sem eftirlifir árs, jafnvel þó að maður myndi setja á sig bjartsýnisgleraugu, að þá verður mikið rekstrartap hjá félaginu þessu ári, alveg gríðarlegt rekstrartap. Þannig að við þetta munum bara eiga fullt í fangi með að halda sjó, en við ætlum okkur að gera það. Það er okkar markmið. Frystihúsið í Hrísey, stærsti vinnustaður eyjarinnar, er gjörónýtt eftir bruna í morgun. Fjöldahjálparstöð var opnuð í grunnskólanum en mikinn reyk lagði allt þorpið. Tíma kom til greina að rýma eyjuna. Verkstjórinn í fiskvinnslunni gisti í húsinu í nótt og varð eldsins var þegar hann vaknaði 5-leytið. Hann náði að koma sér út og hringdi í neyðarlínuna. Heimamenn í Hrísey hófu slökkvistarf og slökkviliðsmenn frá Akureyri og Dalvík bættust fljótlega í hópinn með dælur og annan búnað. Þegar við komum þá var alveg ljóst að þetta hús sem við sjáum hérna aftan við okkur og er runnið að stórum hluta, að það var strax þá orðið alelda og hefði aldrei verið neinu bjargað þar. Eldur komst í næsta hús en þar inni eru geymslur en engin eiginleg starfsemi. Fljótlega tókst að slökkva þar. Á tímabili sprungu gashylki og ammoníakskútar í húsum fiskvinnslunar og til greina kom að rýma eyjuna þegar verst lét. Þannig að það þurfti að fara mjög varlega og var alls ekki hægt að fara neitt nálægt inn í húsið eða of nálægt í. Það dundu hérna yfir mikla sprengingar og þung högg. 10-leytið hafði slökkviliðið náð tökum á eldinum en mikill hiti var í rústunum í allan dag. Og það má eiginlega segja að hér sé allt brunnið sem brunnið getur. Og allar byggingar fiskvinnslunnar hér eru gjörónýtar. Þetta er gríðarlega mikið áfall fyrir bara íbúana og bara samfélagið í heild sinni. Þetta er stærsti vinnustaðurinn hérna í eyjunni og margir missa vinnuna og við megum náttúrulega ekki við svona áföllum. Mikinn reyk lagði við þorpið og voru íbúar hvattir til að loka gluggum. Þá var opnuð fjöldahjálparstöð í grunnskólanum. Já, við opnuðum það svona upp úr 7, þá var bara opnað og gert klárt kaffi og brauð og álegg og með því. Og fólk hvatt til að koma. Það voru nokkru íbúar sem komu og voru hérna drjúgan tíma. Eigendur Hrísey Seafood keyptu hús og búnað í haust og hafa síðan þá unnið að endurbótum samhliða vinnslunni.
Þarna vinna 10 til 15 manns, auk 11 í áhöfnum 2 báta sem landa hjá fyrirtækinu. Já, ég veit ekki hvað skal segja. Framhaldið er óljóst. Eins og þið sjáið þá verður lítið gert hér næstu misseri. Auðvitað vonar maður að það verði hægt að halda áfram hér. En það veltur á ýmsu hvort það verði hægt. En það væri óskandi að það verði hægt að halda hér áfram út af því að þetta var spennandi og skemmtilegt verkefni sem hér var í gangi. Og mjög mikilvægt fyrir eyjuna að hafa þessa fiskvinnslu hérna. Ríkisendurskoðandi gagnrýnir að Vinnumálastofnun hafi ekki eftirlit með þeim fyrirtækjum sem settu starfsfólk á hlutabætur. Skýra þurfi í lögum framlengingu hlutabótaleiðarinnar hvaða fyrirtæki hafi heimild til að óska eftir úrræðinu. Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram að hlutabótaleiðin hafi reynst mun dýrari en lagt hafi verið upp með. Gert er ráð fyrir að kostnaður fyrir ríkissjóð verði rúmir 30 milljarðar á árinu en þegar frumvarpið var lagt fram í mars var talið að hann yrði 750 milljónir. Einnig segir að í hópi þeirra fyrirtækja sem nýtt hafi hlutabótaleiðina séu fyrirtæki og samstæður sem hafi ekki verið í bráðum rekstrarvanda heldur búið öflugum rekstri og stöndugum efnahag en ekki hafi verið ætlunin með lögunum að styðja slík fyrirtæki. Að mati Ríkisendurskoðunar þarf að tryggja virt eftirlit með úrræðinu þegar í stað. Í skýrslunni eru birtar upplýsingar fyrirtæki sem settur starfsfólk sitt í hlutastarf með bætur á móti. Langmest fór til starfsfólks Icelandair, rúmar 900 milljónir, en tæplega 2500 manns fór á hlutabætur og næst mest til starfsfólks flugleiðahótela 250 milljónir. Bláa lónið setti 440 starfsmenn á hlutabætur og greiddi ríkissjóður því 185 milljónir. IKEA setti 180 á hlutabótaleið og kostnaður nam 65 milljónum. Stóðtækjafyrirtækið Össur hlaut gagnrýni fyrir að nýta úrræðið en greiðslur námu 30 milljónum. Þá kemur fram að fjarskiptafyrirtækið Sín hafi sett 80 starfsmenn á hlutabætur, Advania 30 og Viðskiptablaðið setti 15 á hlutabætur, svo nokkur fyrirtæki séu nefnd. Heilbrigðisráðherra segir að leyst hafi verið úr misskilningi og ágreiningi við Íslenska erfðagreiningu vegna skimunar á Keflavíkurflugvelli og fyrirtækið virðist nú reiðubúið að taka þátt. Heilbrigðisráðherra, dómsmálaráðherra og sóttvarnalæknir hafa öll sagt að aðkoma fyrirtækisins sé forsenda fyrir því að skima megi fleiri en 500 manns á dag. Kári sagði í Kastljósi í gær að ekkert samráð hafi verið haft við Íslenska erfðagreiningu og að fyrirtækið myndi ekki koma að verkefninu væri það á forræði heilbrigðisráðherra. Kári átti fund með forsætisráðherra í morgun og sagði í hádegisfréttum RÚV að Íslensk erfðagreining myndi aðstoða við verkefnið yrði það á forræði sóttvarnalæknis. Ég finnst nú eiginlega aðalatriði núna vera það að ég held að það hafi verið leyst úr misskilningi og ágreiningi og ég held að sé svo sem ekkert stórmál þó að það komi einstakir hnökrar á svona flókinni leið. Hún segir að fundað hafi verið með Kára á fyrri stigum en ákveðið hafi verið að verkefnið yrði á forræði opinbera aðila. Eðlilegt sé að Íslensk erfðagreining komi síðan að verkefninu þegar þessi komið á framkvæmdastig. Og ég heyr ekki betur en að Íslensk erfðagreining sé tilbúin til þess að koma að borðinu núna og ég bara er ánægð með það og aðkoma þeirra og framlag hefur auðvitað verið algjörlega ómetanlegt í baráttunni og við sjáum það í allri umræðu þegar við erum að tala um það hversu margir hafa verið skimaðir á Íslandi og það er auðvitað gríðarlega stór þáttur í okkar árangri og ber að þakka fyrir það. Já, helstu kórónuveiru-sérfræðingar landsins ræddu veiruna sjálfa hér í dag í Íslenskri erfðagreiningu og mótefnamælingar fyrir smitum og veirunni. Kári, hver er helsta niðurstaðan úr mótefnamælingunum? Helsta niðurstaðan er svo að ef þú tekur út fyrir sviga þá sem voru með staðfesta sýkingu og þá sem lenti í sóttkví, þá er 0,9% þjóðarinnar með mótefni gegn veirunni, sem sagt 0,9% af þjóðinni sem hefur komist í snertingu við þessa veiru að því marki að þeirra mynda mótefni. Og hvað þýðir þetta fyrir framhaldið og svona, bóluefnisframleiðslu? Það þýðir að meiri hluti þjóðarinnar, yfirgnæfandi meiri hluti, er veikur fyrir þessari veiru. Í meiri hluti þjóðarinnar, mjög lítill minni hluti er orðinn ónæmur fyrir veirunni. Þannig að ef það blossa upp aftur smit, þá verður það að bregðast við hratt og mjög ákveðið. Er þetta minna hlutfall en það bjóst við? Þetta er svona svipað því sem ég bjóst við. Og þið eru líka búin að senda blóðsýni til Kanada, ekki satt? Við erum farin að taka þátt í tilraun til þess að búa til mótefni til lækninga. Og það er gert í samvinnu við kollega okkar í Kanada.
og það svona rétt að komast að stað en það mjög spennandi, mjög gaman að fá að vera með. Og hvernig fer svo tilraun fram? Það flókið verkefni að lýsa því. Það fer þannig fram að það eru einangruð hvít blóðkorn sem búa til mótefni úr sjúklingum og síðan eru valdar þær frumur hvít blóðkorn sem að búa til mótefni gegn veirunni sjálfri. Og þá notar maður hvítu efni úr veirunni til þess að velja. Og síðan eru búið til í það mótefni sem að hvítu blóðkornin hafa myndað. Það búið til eftirmynd af því og það notar þess að búa þetta til í mjög miklu magni. Og eru þið bjartsýn á þetta? Ég ekki nokkrum vafa með þetta text en hversu lengi þetta langan tíma það tekur stóra spurningin. Einmitt, kærar þakkir fyrir þetta Kári og við kveðum hérna úr Vatnsmýrinni. Já, takk fyrir það Hólmfríður. Samkeppniseftirlitið hefur sagt að Símanum 500 milljónir króna vegna mikils verðmunar við sölu á enska boltanum og Símanum Sport. Eftirlitið bendir á að Síminn hafi selt enska boltan á 1000 krónur á mánuði ef önnur þjónusta væri keypt samhliða en annars á 4500 krónur. Eftirlitið segir þetta leggja stein í götu keppinauta Símans. Það skaði hagsmuni almennings til lengri tíma og því sé óhjákvæmilegt að sekta fyrirtækið. Í tilkynningu frá Símanum segir að fyrirtækið ætla að áfrýja niðurstöðunni. Stjórnvöld í Kína ganga gegn öllum alþjóðlegum samþykktum með því að þröngva niðri lagasetningu á Hong Kong, segir í sameiginlegri yfirlýsingu sem stjórnvöld í Bandaríkjunum, Bretlandi, Kanada og Ástralíu sendu frá sér í dag. Það kom kannski ekkert sérstaklega á óvart að kínverska þingið samþykkti nánast einróma tillögu að setja lögin umdeildu í dag. Þingið kemur aðeins saman einu sinni á ári til þess að greiða atkvæði mál sem kommunistaflokkurinn hefur þegar gefið grænt ljós. Aðeins einn var á móti, 6 sátu hjá en 2878 þingmenn samþykktu tillöguna. Sérstök nefnd innan kommunistaflokksins fær nú það verkefni að fullmóta löggjöfina en samkvæmt henni geta kínversk stjórnvöld meðal annars komið sér upp löggæslu á svæðinu sem hingað til hefur verið alfarið í höndum heimastjórnarinnar í Hong Kong. Þessu hefur verið mótmælt dögum saman í Hong Kong þrátt fyrir samkomubann. Mikill viðbúnaður í borginni og í gær voru nærri 300 mótmælendur handteknir. Þingið í Hong Kong þarf ekki að samþykkja nýju lögin en þingmenn úr röðum lýðræðissinna hafa verulegar áhyggjur af framtíðinni. From now on, Hong Kong is nothing but just another mainland Chinese city. Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna, Bretlands, Kanada og Ástralíu sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu í dag. Þar kemur meðal annars fram að þau telji löggjöfina stangast á við alþjóða samþykktir. Sem sérstjórnarsvæði hefur Hong Kong notið sérstöðu í viðskiptum við Bandaríkin og verið undanþegið ýmsum tollum og viðskiptaþvingunum. Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, greindi frá því í gær að það eigi tæpast við lengur þar sem nýju lögin grafi undan sjálfstæði Hong Kong. Alfreð Þorsteinsson, fyrrverandi borgarfulltrúi, lést í nótt 76 ára aldri. Alfreð var kjörinn borgarfulltrúi fyrir Framsóknarflokkinn snemma á 8. áratug síðustu aldar. Árið 1994 tók hann þátt í stofnun R-listans og sat í borgarstjórn öll 3 kjörtímabilin sem R-listin fór með meirihluta í borgarstjórn. Alfreð var tíma formaður knattspyrnufélagsins Fram og síðar heiðursfélagi. 2 erlend flugfélög hafa ákveðið að hefja áætlunarflug til Keflavíkurflugvallar í júní og júlí. Framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Isavia segir að tilkynning skimanir á landamærunum hafi aukið áhuga á Íslandi í sumar. Eins og liggja flugsamgöngur nánast niðri. Flest flugfélög gefa lítið upp flugáætlanir sínar á meðan óvissa ríkir opnun landamæra víðs vegar heiminn. Isavia leggur áherslu á að vera í góðu sambandi við þau flugfélög sem hafa flogið hingað áður. Við erum í viðræðum við öll flugfélög sem að fljúga og hafa verið að fljúga á Keflavíkurflugvöll og að sjálfsögðu öll sem sýna okkur áhuga. En sérstaklega síðustu daga þá hefur verið í góðu sambandi við Czech Airlines og þeir ætla að hefja flug 17. júní, 2 í viku og fjölga svo aftur í júlí. Flugfélagið stefnir á að fljúga milli Pragar í Tékklandi og Íslands 4 til 6 sinnum í viku í júlí en það veltur á eftirspurn. Þá hefur Wizz Air ákveðið að fljúga frá Keflavík til Milano á Ítalíu 3 í viku frá og með 3. júlí. Icelandair vonast til að hefja reglulegt flug til lykil áfangastaða fljótlega eftir 15. júní en eftirspurnin verði að ráða. Stefnt að því að hefja sýnatöku á landamærum Íslands frá og með 15. júní en vakti það áhuga flugfélagana á landinu.
það kveikti klárlega í flugfélagunum að það kom tilkynning hugsanlega opnun á landamærunum og skimun á Keflavíkurflugvelli og við fundum mjög greinilega fyrir áhuga þeirra að byrja að fljúga í framhaldi af þeirri tilkynningu. Veirufræðideild Landspítalans ræður ekki við að skima fleiri en 500 farþega fyrir koronaveirunni á dag að mati verkefnisstjórnar opnun landamæranna. Ef það koma fleiri en 500 gæti fyrirheitið að skima alla farið fyrir lítið þar sem ekki sé hægt að takmarka fjölda komufarþega nema að undangengnu víðtæku samráði. Það alveg ómögulegt að segja á þessari stundu hver fjöldin verður en áhugin til staðar og hversu mikill hann verður, við verðum bara að bíða og sjá. Norskur sérfræðingur í flugrekstri segir að Icelandair þurfi að breyta áherslum sínum að flytja farþega milli Ameríku og Evrópu því samkeppni sé að verða of hörð. Taka verði rækilega til í rekstrinum. Icelandair stefnir að því að safna 30 milljörðum króna í hlutafjárútboði og vonast eftir ríkisaðstoð til að forða félaginu frá þroti. Hans Jürgen Elnes sérhæfir sig í greiningum á rekstri flugfélaga. Hann segir að Icelandair verði að byrja á því að vinna heimavinnuna til að bregðast við áhrifum COVID-19 faraldursins. And I think Icelandair need to cut, costs in terms of salaries and productions, in terms of that they need to be more efficient when they are flying. And that will probably, if they were able to do that, the market will be able to raise these 30 billion Icelands krónur. Elnes segir einnig að samkeppni lágfargjaldaflugfélaga að flytja farþega á milli Evrópu og Bandaríkjanna knýi Icelandair til að breyta áherslum sínum. The competition on transatlantic services will increase and there will be more low-cost, long-haul carriers, despite the fact Norwegian now is in trouble, but more new airlines will come. So I think that focus on point-to-point with the destination is Iceland and serve the Iceland community for traveling abroad. That will be the best case for Iceland there to grow their business in the future. Nánar verður rætt við Elnes í Kastljósi í kvöld. Stærstu tónleikar frá því fyrir samkomubann fara fram í Hörpu í kvöld. Páll Óskar stígur á svið ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands. Magnús Geir fréttamaður þar. Þarna verður án efa mikið dýrðir og stuð, Magnús Geir. Ég myndi nú ætla það. Það ljósadýr í salnum en ég held að popkóngurinn sé betur til þess fallinn að svara fyrir tónlistina. Páll Óskar, hvað segir þú? Þetta verður bara svona. Ég er svo búin að dressa mig upp og ég hlakka svo til að klukkan slái 8 vegna þess að við hérna, Harpa og Sinfó, við viljum keyra Ísland aftur í gang á þann hátt sem við megum. Þetta verður svolítið skrautlegt gigg, salurinn verður svolítið köflóttur, það mega bara vera 500 manns í salnum í kvöld. En við ætlum að gera gott úr þessu, við erum með rosalega flott sjóhandtökur í kvöld og ég ætla að vona að þetta lyfti andanum og við trukkum okkur í gang. Tónleikarnir hefst klukkan 8 og í beinni útsendingu RÚV, en þú og Sigrún ætlaði að gefa okkur smá forsmekk af því sem koma skal. Já, það verður dásamlegt að telja í aftur. Sigrún Evalds kom sem heitir og telja í aftur. Það geta ekki allir verið gorgeous, geta ekki allir verið tough, það geta ekki allir verið fabulous, eins og ég, það geta ekki allir verið gorgeous. Sjáumst eftir. Úr Hörpu í Hrunamannahreppinn. Útlitið var svart hjá garðyrkjubóndanum í Reykhási í febrúar. Gróðurhúsin voru mikið skemmd eftir óveður og uppskeran meir og minna ónýtt. Nú starfsemin komin á fullt og hefur aldrei verið meira að gera. Gróðurhúsin í gróðrastöðinni í Reykhási í Hrunamannahreppi urðu illa úti í óveðrinu sem gekk yfir landið miðjan febrúar. Brotnar rúður skiptu hundruðum og stór hluti uppskerinnar skemmdist. Nokkrum dögum síðar voru hollenskir sérfræðingar komnir til landsins til að skipta gler í gróðurhúsinu. Þeim sóttist verkið vel og 6 vikum eftir hvellinn var hægt að senda uppskeru úr húsi. Framleiðslustöðvunin hafði þó áhrif á íslenska neytendur. Þetta hafði mjög slæm áhrif. Það var þurft að flytja gúrkur hérna og þær voru mjög dýrar út í heimi akkurat á þessum tíma, þannig að þetta var dýrt út úr búðum og þetta kom náttúrulega inn í flugi og þetta var kannski ekki alveg það besta. Tjónið hleypur á tugum milljóna króna. Þetta náttúrulega bara tryggingabætur. Þetta sjálfsagt kannski ekki alveg uppgert af fullu en þetta sjálfsagt einhvers staðar innan við 100 milljónir svona tjón. En kannski tjón samfélagsins mikið meira út af þessum innflutningi. Skömmu eftir að uppskerutíminn hófst að nýju braust kórónuveirufaraldurinn út og líkt flestri annarri starfsemi í landinu lagði garðyrkja ekki á hliðina. Þvert á móti jukust umsvifin.
Neytendur hafa tekið mjög vel við sig og það mikil neysla á íslensku grænmeti og við höfum til dæmis þurft að bæta við fólki hérna til að anna bara framleiðslunni. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur spáir suðaustan kalda eða strekkingi á morgun með rigningu eða súld af og til sunnan og vestanlands og hita í kringum 10 stig. Gert ráð fyrir bjartviðri norðaustan til á landinu og að hiti þar verði alltaf 20 stig. Hrafn segir norðanmönnum nánar af þessum gleði tíðindum að loknum íþróttum og það Einar Örn Jónsson sem á vaktinni í kvöld. Íris Björk Símonardóttir hlakkar til að vera heima á kvöldmatartíma í framtíðinni en hún lagði handboltaskóna á hilluna í gær eftir farsalan feril milli stanganna. Það hefur verið gaman að enda þetta með úrslitakeppni og svona alvöru en svona þetta bara. Og það var hart barist í undanúrslitum skólarheisti í Laugardalshöll í dag og skein baráttuandinn af hverju andliti. Helstu atriðin hjá okkur í kvöld. 7 af hverjum 10 starfsmönnum Bláa lónsins hefur verið sagt upp. Gríðarlegt rekstrartap verður á þessu ári, segir forstjórinn. Frystihús Hrísey Seafood eyðilagðist í eldi í morgun. Karlmaður gisti í húsinu í nótt og var nývaknaður þegar eldurinn kviknaði. Bruninn mikið áfall fyrir atvinnulífið í Hrísey. Samkeppniseftirlitið hefur sektað Símann 500 milljónir króna vegna mikils verðmunar við áskriftarsölu af enska boltanum. Síminn ætlar að áfrýja niðurstöðunni. Heilbrigðisráðherra segir að leyst hafi verið úr misskilningi og ágreiningi við íslenska erfðagreiningu vegna skimunar á Keflavíkurflugvelli og kveðst ánægð með væntanlega aðkomu fyrirtækisins. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld og alltaf á vefnum ruv.is. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl.